Snjalltækin sem gegna æ stærra hlutverki í lífi mjög margra skilja ekki íslensku. Að undanförnu hefur umræða íslenska tungu verið meira áberandi í fjölmiðlum heldur en oft áður. Ef við ætlum að viðhalda íslenskunni sem móðurmáli þeirra sem búa á þessari eyju, þá verður að gera henni kleift að fylgja sínu fólki inn í tækniheima. Margir fræðimenn telja töluverða hættu á því að íslensk tunga geti jafnvel lagst af ef við tökum okkur ekki í takk og leggjum rækt við tungumálið okkar. Men talum þetta af svo miklum þunga að það sé verið að spá dauða íslenskunnar ef þetta gangi ekki í gegn? Nei, ég held að það sé nú alveg hægt að spá því. Að hve miklu marki munum við tala við tækin í stað þess að ýta á takka eða nota lyklaborð? Computer? Computer? Hello, computer. Just use the keyboard. Stóra spurningin munum við geta stjórnað tækjunum á íslensku eða neyðumst við til þess að nota ensku til þess að stjórna tækjum framtíðarinnar? What's the buttons? Oh no, they installed voice recognition technology in this lift. I heard about this. Voice recognition technology in a lift in Scotland. You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. 11. Could you please repeat that? 11. 11. 11. 11. Could you please repeat that? Margir málfræðingar telja að ef Íslendingar venjist því að tala ensku við tækin, muni það marka upphafið að endalokum íslenskunnar. Það bara sýnir sig í öðrum málum. Það til ýmis dæmi það að ef við missum eitthvað svið, ef að tungumál missir eitthvað svið yfir til enskunnar eða einhvers stærra máls, þá ekkert auðvelt að ná því tilbaka. Það sem fæstir virðast vita að við getum nú þegar talað íslensku við snjalltækin okkar. Að miskustu þau sem eru með Android eins og þetta hérna. Skoðum málin nánar. Það í raun mjög auðvelt að setja Android síma eins og þennan yfir á íslensku. Þegar kveikt á símanum í fyrsta sinn, kemur valmyndin iðulega á ensku. Auðvelt að velja íslensku úr lista mögulegra tungumála. Allt viðmót stýrikerfisins verður þá á íslensku og má segja að síminn skilji íslensku og sé tilbúinn til notkunar. Við getum til dæmis byrjað að prófa að nota þessa tækni til að senda SMS. Vinstra megin við bilslána hljóðnemi og ef við ýtum á hann, getum við lesið skilaboðin í stað þess að skrifa þau. Ég reyni að skilja íslensku og skrifa hana hér, þannig að þú þurfir ekki að nota lyklaborðið. Það ekki bara hægt að nota þetta til að senda SMS, heldur í rauninni hægt að nota þessa aðferð í hvaða forriti sem í snjallsímanuðinum eða spjaldtölvuðinni ef hún með Android. Við skulum prófa að fara hérna inn í Google Drive forrit, þar sem hægt að skrifa texta og prófa að segja bráðum koma blessuð jólin og þá aldeilis gott að geta talað íslensku. Nú væri fróðlegt að vita hvort að síminn skilji þegar maður notar orð á borð við skafrenningur eða hundslappadrífa eða önnur orð í kjarnyrtri íslensku sem ekki allir skilja. Prófum að gera þetta á Facebook. Mér langaði að segja ykkur frá því að í morgun var skafrenningur en síðan kom þessi fína hundslappadrífa nú síðdegis.
En það eru vitaskuld ekki allir símar sem að skilja íslensku og maður þarf að kunna að stilla símana rétt, stilla þá á íslensku til þess að þessi hluti virki. Og svo símarnir séu orðnir býsna góðir í því að skilja íslensku, þá er alveg ljóst að við höfum ennþá býsna langt í land og leiðin er sjálfsagt býsna torfarin, en það er full ástæða til að fagna því sem að vel er gert og halda því til haga, því það er gríðarlega mikilvægt að við náðum að rækta tungumálið okkar líka á tækniöld, þannig að við getum haldið áfram að tala íslensku á þessu fallega landi.